Það sem hefur hjálpað mér að ná árangri frábært samstarfsfólk. Ég vinn í hópi alveg einstakra vísindamanna og það er enginn sem gerir neitt að viti í vísindum nema í stórum hópi fólks því það þarf mjög ólíka sérþekkingu til þess að vinna góð vísindi. Ég myndi segja að það væri lykillinn og síðan auðvitað einlægur áhugi á viðfangsefninu og frábær efniviður. Við eigum ótrúlega gagnagrunna hér á Íslandi og hinum Norðurlöndunum sem við höfum getað nýtt okkur í rannsóknir okkar. Ég hef verið ótrúlega heppinn með samstarfsfólk, það núna aðalmálið. Ég flutti frá Svíþjóð 2012 og hef síðan þá bætt við mig frábæru starfsfólki sem hefur staðið með mér og tekið þátt í þessu starfi, það er nú aðalega það. Svo höfum við verið mjög heppinn hópurinn með rannsóknarstyrki, bæði hérlendis og erlendis og svo það samstarf við erlendar háskólastofnanir sem er svolítið lykilatriði að þessum rannsóknum sem við erum að gera hér. Alþjóða samstarfið lykilatriði. Vísindin eru auðvitað alþjóðleg og þau krefjast þess að við störfum með fólki sem kemur víða að. Og við í verkefninu okkar erum við að vinna með fólki í mörgum mismunandi löndum. Hvað fjármagni varðar, þá þetta verkefni það stórt að við myndum ekki geta fjármagnað það með því sem við höfum úr að móða hér á Íslandi. Þannig að alþjóða styrkir eða alþjóðlegt fjármagn forsenda þess að við náum að gera það sem við erum að gera í þessu verkefni. Þessi nýji ERC-styrkur gerir okkur kleift að vinna þetta stóra verkefni. Þetta væri í rauninni ekki mögulegt með því fjármagni sem hægt að fá hér innanlands. Því miður það þannig að bara fjármagn til vísinda á Íslandi að skornum skammti og við gætum ekki gert það sem við höfum lofað að gera á næstu 5 árum nema við fengjum aukið fjármagn. En í öðru samhengi náttúrulega alþjóðlegt samstarf hrikalega mikilvægt vegna þess að Ísland lítið land og við erum lítið vísindasamfélag og mitt litla svið mjög lítið. Þannig að til þess að fá bara stimulasjón, til þess að fá nauðsynlega sérþekkingu, þá þarf ég að vinna í alþjóðlegu samhengi. Það ekki annað mögulegt. Það hefur skipt gríðarlega miklu máli, sérstaklega þessi rannsókn blóðskjömmun til bjargar sem einhver umfangsmesta vísindarannsókn sem hefur verið gerð á Íslandi. Þar sem við bjóðum öllum Íslendingum sem eru 40 ára og eldri að vera með. Það það bil 148.000 manns sem boðið. Og nú þegar eru 76.000 manns búin að samþykkja þátttöku í rannsókninni og þetta væri í rauninni ekki hægt að gera nema með einstaklega öflugum rannsóknarhópi, rannsóknarsamstarfi og styrkjum, bæði hérlendis og erlendis. Og við höfum verið svo heppin að fá 2 stóra styrki erlendis einn frá Evrópusambandinu eða Horizon 2020 og síðan frá alþjóðlegum mergæxlissjóði sem styrkir svona verkefni. Svo höfum við einnig fengið stóran öndvegisstyrk frá Rannís sem gríðarlega mikilvægur einnig fyrir okkur. Þótt að alþjóðlega fjármagnið sé mjög mikilvægt, þá raun og veru að segja að innlenda fjármagnið sé oft forsenda þess að við getum keppt alþjóðlega fjármagnið. Þannig að í okkar tilviki var þetta þannig að við vorum búin að fá verkefnastyrk frá Rannís þegar við sóttum ERC-styrkin sem gerði umsóknin okkar miklu sterkari en hún hefði annars verið.